Byrjum hérna á skýrslu A. Þá erum við hérna með afl, straum og spenna í þriggja-fasa rásum. Það er rauninni þessi stjörnutengingin og þríhyrningstengingin sem við gerðum á mótstöðu, stóru gulu mótstöðunni. Og hérna erum við að festa þetta með að í stjörnutengingunni þá erum við með mismunandi spennur, sem sagt aðalspennan, heildarspennan, hún er hjá okkur til dæmis 400 volt og fasaspennan er þá 400 deilt með rótin af 3, 230 volt og þetta mælum við allt saman. Og þegar við stiltum hann á 115 ohm þá vorum við með 2 ampere og 1,4 kW heildaraflið. Og hér sáum við sem sagt að það er sami aðalstraumur og fasastraumur í þessu og hlutfallið milli aðalspennu og fasaspennu er sem sagt rótin af 3 og síðan átti að reikna út aflið í fasa og þá var það náttúrulega straumurinn sinnum fasaspennan. Það er hægt að gera þannig og líka að bara deila upp í fasaaflið með 3 þá er líka hægt að fá upp í sem sagt aðalaflið með 3 þá fáum við fasaaflið. Sem sagt hlutfallið þarna á milli heildaraflsins og fasaaflsins er sem sagt 3. Og síðan hérna það er rauninni það sem við eigum að fá út úr þessu. Það er aðalega þetta með að það er sami aðalstraumur og fasastraumur og hlutfallið milli aflsins hérna er 3 og spennan er mismunandi. Það er þetta sem við þurfum að kunna alveg upp á okkur 10 í sambandi við stjörnutenginguna. Síðan var það þríhyrningstengingin. Hér er hins vegar aðalreglan að í þríhyrningstengingu þá er sama aðalspenna og fasaspenna. En hvernig við var með fasastrauminn, hann er sem sagt aðalstraumurinn deilt með rótin af 3, ekki satt. Og hérna erum við með meira afl, erum við með þríhyrningstengingum stilt á sama viðnám og hérna erum við síðan þá með hlutfallið milli aðalstraums og fasastraums, við mældum fasastrauminn. Þannig að það er rótin af 3 og við getum reiknað út fasaaflið. Það var aðeins meiri straumur og þannig að fasaaflið er þá 1,4 kW og hlutfallið er þá 3 milli aðalaflsins, heildaraflsins og fasaaflsins. Þetta er nú sem sagt mjög létt skýrsla í sjálfu sér. Þetta var í rauninni fært úr 200 áfanganum yfir í þennan áfanga hérna, en síðan sjáum við hérna í lokin að afl í þríhyrningi á móti afli í stjörnu, það er líka hlutfallið 3. Það er 3 sinnum meira afl í þríhyrningstengingu heldur en í stjörnutengingu þegar við erum með sömu stærðir á mótstöðunum. Þetta er svona niðurstaðan í þessari skýrslu hér og þá skulum við taka, ef það er engar sérstakar spurningar varðandi þessa skýrslu, þá skulum við fara í næstu skýrslu sem er 3B og þá erum við hérna með þríhyrningstengda þétta við mótor og við erum með þéttana til þess að leiðrétta fasvik við skammhlaupsmótor og hérna eru þetta þéttarnir tengdum á þríhyrning og við mældum sérstaklega aflið inn á mótorinn og allar mælingarnar voru sérstaklega merktar. Allt sem var merkt 1 það var við spennugjafann og allt sem var merkt 2 það er við mótorinn. Og það sem við erum að læra af þessari mælingu er að mótorinn
í rauninni hann breytist ekkert sjálfur þrátt fyrir að við séum að leiðrétta fasvikið á honum í sem sagt straumflutningsleiðara sem að var langur kapall, það var ekki 50 metra kapall eða eitthvað slíkt sem við vorum með á honum. Sjá, stóð það ekki einhvers staðar lengdir á honum, það skiptir ekki öllu máli. Jú, það stendur hérna í 4. lið hérna 50 metra langur kapall, þannig 1 kvadrat og við vorum að sjá eitthvað smávegis afltap í honum. En þegar sem sagt, við vorum ekki með þéttana í gangi, þá sáum við að það var sama fasvik við spennugjafan eins og var við mótorinn. Sjáu þið, það er 0,82, kósfí er 0,82 við spennugjafan og líka 0,82 við mótorinn. En síðan leiðréttum við fasvikið með því að stilla þéttana á hæfilega stillingu þannig að þéttarnir gefa launstraum sem mótorinn þarf á að halda til að segulmagnast og þá var hérna fasvikið leiðrétt við spennugjafan. Þannig að þá sjáum við að það er kósfí 1 en það er sama fasvik við mótorinn sjálfan. Og það munar örlitlu hérna á kilowattunum en sem sagt afltapið það minnkar í kaplinum. Og hérna hér vorum við að reikna sem sagt fasvikið, ásafl mótorsins og afltap í kapli og við færðum það inn í þessa töflu hérna. Þannig í stillingu 0 á þéttunum, þeir voru óvirkir, að þá vorum við með afltap í kapli var 0,19 síðan þegar við tengdum þéttana þá var afltapið örlítið minna, 0,16. Það munaði örlitlu hérna. En ásafl mótorsins nákvæmlega það sama. Heildarnýtni kerfisins örlítið betra. Þetta var svo sem ekki löng leið en hérna við sjáum þó að niðurstöðurnar eru þannig til staðar og við leiðréttum fasvikið hérna. Fasvikið er 0 gráður við spennugjafan þegar þéttarnir er í sambandi og er sama fasvikshorn við mótorinn sjálfa. Og við reiknum launstraum mótorsins hérna næst út frá þessu, tökum hérna sínusinn af horninu og margföldum það sem heildarstraum mótorsins. Fáum að launstraumurinn er 5 ampere og við mældum líka strauminn sem að þéttarnir tóku. Það var eitthvað í kringum 5 eða 6 ampere ef maður rétt. Og síðan sem sagt var reiknaður út launstraumur frá spennugjafanum í stillingu 5 en vegna þess að þegar að stilling þéttana var á 5 þá kom engin launstraumur frá spennugjafanum vegna þess að þéttarnir gáfu mótornum allan þann launstraum sem hann þurfti á að halda. Þess vegna er launstraumur frá spennugjafanum 0 ampere. Það er þarna sem við reiknum út vegna þess að þarna er fasvikshornið, gráðurnar, fasvikshornið 0, það er ekkert fasvik við spennugjafan. Þess vegna er engin launstraumur frá spennugjafanum. Og þetta var sem sagt, svona var reynt að svara þessu ef við viljum aðeins skoða þetta eitt augnablik. Sjáum við getið lesið svörin að ekki? Þið sjáu þetta ekki? Nei. Ekki bara til að renna yfir þetta? Ég skal bara renna yfir þetta.
sem sagt, það spurt hérna hvað samhengið á milli þéttastraums, launstraums spennugjafa og launstraums mótors. Og samhengið þarna þannig að launstraumur mótorsins samanstendur af launstraumi spennugjafans og þéttastraumsins. Þegar sko, við erum með tvö tilfelli. Þegar annars vegar þegar þéttirinn ekki tengdur, þá fær mótorinn bæði launstraum og raunstraum sinn heildarstraum frá spennugjafanum. En þegar við erum með þéttana tengda, þá launstraumurinn frá spennugjafanum, hann 0 ampere. En það alltaf sami launstraumur til mótorsins. Hann 5 ampere og straumurinn í þéttinum, hann eitthvað í kringum 5 ampere, eða rétt tæp 6 ampere, en mælingin við spennugjafann sýnir að það ekkert fasvik þar, þannig að við mælum ekki launstraum í rauninni það. Og þetta þýðir að þéttarnir, þeir sjá mótornum alfarið fyrir öllum launstraumnum, þegar þeir eru tengdir í stillingu 5. Þið áttu ykkur á þessu. Þið bara spyrjið ef þetta ekki alveg ljóst. En segjum svo að þú ert að finna þéttir fyrir kerfið. Já. Hvernig ætlar að reikna út hvaða stóra þéttir það er? Já. Þá þurfum við að fara í það hérna bara sérstaklega, því að við þurfum í rauninni, eins og var gert hérna í skýrslunni, að reikna út að fá einhvern veginn upplýsingar fasvik mótorsins. Og þegar við vitum fasvik mótorsins og vitum heildarstraum mótorsins við einhver ákveðna aðstæður sem við viljum leiðrétta fasvikið, þá þurfum við að reikna strauminn, launstraum mótorsins út frá fasvikinu, bara sýnusinn af fasvikinu og margföldum það sinnum heildarstraum mótorsins, fáum launstrauminn sem að mótorinn tekur. Það akkurat sá straumur sem við þurfum að fá frá þéttunum. Því að sá straumur 180 gráður og fasa við straum mótorsins, launstraum mótorsins. Og þá setur það sér inn í jöfnuna? Síðan bara þurfum við að ákveða sko hvort að þéttarnir eiga að vera þríhyrningstengdir eða stjörnutengdir. Þetta þurfum við að gera sérst í dæmum hérna sem eru í bókinni, við sjáum það, en við áttum ekki að gera það í þessu verkefni, en við getum farið í gegnum þessa útreikninga, því að þegar við vitum sem sagt þennan straum og þegar við vitum hvort að við ætlum að þríhyrningstengja eða stjörnutengja þéttana, að þá þurfum við að þríhyrningstengja eða stjörnutengja þéttinu? Já. Bara hliðtengdir við mótorinn? Nei, það eru tvær tengingar, það alltaf þessi annarkvort þríhyrningstengja eða stjörnutengja. Manstu, þegar við stjörnutengdum þéttana svo í lokin, í æfingunni, þá kom það í ljós að það var lægri spenna yfir þá tók þau minni straum. Og þá leiðréttuðu þeir fasvikið ekki alveg, þeir leiðréttuðu fasvik mótorsins bara að hluta. Já. Þannig að fyrst þurfum við að ákveða það í hvernig tengingu þéttarnir eiga að vera til þess að geta reiknað stærð hvers og eins þéttis. Ok. En eigum kannski að gera það á eftir. Af því að ég ekki með neitt svona dæmi til þess að sýna ykkur alveg með öllum formúlum og slíku, þannig að það er betra að gera það þannig. Síðan í næsta, í báðum stillingum var launstraum mótorsins hins sami og ástæðan náttúrulega svo að mótorinn tekur alltaf sama launstraum, jafnvel þó við tengjum þétta við mótorinn. Hérna stendur nákvæmlega að í svarinu mótorinn þarf alltaf sinn launstraum, en það veltur á álaginu hve mikill. Hann yfirleitt hérna hann samt mjög svipaður allt álagssviðið, kannski bara eitthvað örlítið breyting, en það þarf alltaf að segulmagna mótorinn fyrir hvaða álag sem er.
Það sem þéttarnir gera að sjá hluta þess launstraums og þar með minnka launstraum frá neti. Þetta svona almennt þetta. Í báðum stillingum var fasvik mótorsins í sama, útskýra af hverju. Þar sem að launstraumur mótorsins var hinn sami í báðum stillingum, þá fasvikið náttúrulega líka það sama. Það engin breyting á launstraumum. Og ef fasvikið var alveg eins, þá náttúrulega ekki nein breyting. Og ekki heldur á í rauninni heildarstraumin til mótorsins sjálfs. Það var sama álag og þess vegna var sami straumur. Síðan hérna breyttum við tengingu á þéttunum. Þetta næsta. Við slökktum á þéttunum og breyttum þeim úr þrívíddistengingu í stjörnutengingu. Og síðan var mótorinn settur aftur í gang og við stilltum spennuna þannig að spenna til mótorsins, þess að U2, varð eins og í lið 1.1 og til þess að geta gert sambærilega mælingu þá þurftum við að gera þetta, að stilla spennuna til mótorsins á sama gildi. Síðan mældum við þéttarstrauminn og vegna þess að nú eru þéttarnir stjörnutengdir þá fá þeir minni spennu. Hvað fáum mikið minni spennu? Við erum með 220 eða 230 volt spennu milli fasa, þannig að þeir fá í rauninni 230 eða 220 deilt með rótina af 3, það kannski þá 127 volt ef það 220 volt spenna, eitthvað aðeins hærra sem sagt, ef þetta 230 volt spenna. Þannig að þeir fá minni spennu og þess vegna verður straumurinn minni. Þess vegna leiðréttaði fasvikið ekki alveg við spennugjáfann. Sjá að hér cos phi, hann ekki 1 heldur 0,9. Þið ná ekki að leiðrétta fasvikið vegna þess að taka minni straum, sem sagt að gefa minni straum yfir á mótorinn, launstraum. Og hér komið smá fasviksspennugjafan sem 20 og rétt rúmar 25 gráður, eða tæpar 26 gráður. Já, og við erum að útskýra ástæðuna fyrir meira fasviki. Núna þetta straumurinn minni og þess vegna þarf meiri launstraum frá neti fyrir mótorinn og þetta veldur meira fasviki frá spennugjafann. Þá meiri straumur sem fer í gegnum í kapalinn. Aðeins meira afltap þar á leiðinni. Og síðan átti að reikna hlutfallið milli þéttarstraumsins í lið 1.1 og 1.4 og hlutfallið þarna að milli eru sem sagt 3. Það ósköp eðlilegt því að þetta hlutfallið á milli þegar við erum með strauminn annars vegar í 3 tengingu og strauminn í stjörnu að við erum með hlutfallið 3 þarna á milli. Þannig að ef þetta væri 2 ampere það væri tæplega 6, 2-3 og 6. Og þar með þessari skýrslu lokið. Og ef við reiknum stærðir á þéttunum þá skulum við taka eitthvað gott sýnidæmi eða við förum í eitthvað annað dæmi sem við eigum til. Klárum fyrst útreikningana í skýrslunum. Hér var nefnilega ójafnt álag í þriggjafasakerfi, það skýrsla 3C og hérna sem sagt vorum við að mæla mismunarstraum ef við erum með ójafnt álag. Við byrjuðum á því að vera með 3 perur jafn stórar, það voru 100 watt ljósaperur og þá mældum við spennundar á milli fasana og fasaspennundar, þær voru tiltölulega jafnar en þó ekki alveg vegna þess að
Stærðin á perunum var ekki alveg nákvæmlega 100 vött og við vorum ekki að spennu jafna í þessari fyrstu tengingu. Þá var ekki núllið tengt, þess að N-tengingin frá spennustöð, núllið í spennustöðinni var ekki tengt beint við samtenginguna á perunum hérna hægra megin í myndinni. Það segir hérna sleftu núlltengingu í þessum lið. Þess vegna kom smá mismunur í ljós á perunum og það kom fram í mismunandi spennu yfir þær. Og þær tóku eitthvað örlítið mismunandi straum. Það munaði ekki mjög miklu en svo sem það tók hérna minnsta strauminn, þess að 425 milliampere, að hún var með hæstu spennu, 237 volt. Svo að það mældist spenna milli núllpunktsins á perunum og núllpunktsins í töflu. Þess að þetta var núllið var ótengt og við tengdum spennumæli frá núllinu á perunum út í núllið í töflunni. Og það voru þessi 6,4 volt. Og hér er reynt að svara hvers vegna er spennan í núllpunktinum ekki 0 volt. Og spennan milli N í töflu og stjörnutengingar á perunum er ekki 0 volt vegna þess að perurnar eru ekki nákvæmlega jafn stórar í vöttum, eða sérst í afli. Þær taka örlítið mismunandi straum og þess vegna skekkist spennan í stjörnutengingunni við álagið örlítið. Ef allar perurnar væru hníf jafn stórar væri engin spennumunur þarna á milli. Auk þess skiptir máli að spennan á netinu sé svo sama á öllum fösum. Þannig að vitum við ekki alveg nema við sjáum hérna, jú, það er örlítill munur líka hérna. 400 volt var hérna og 403 volt. Það var smá munur á spennunum milli fasana. En það er þá einhvers staðar ójafnt álag í húsinu, væntanlega, eða í götunni. Síðan var núllið tengt. Jafnt álag með núlltengingu. Og þetta eru sömu spennurnar á milli aðalpólana, milli L1, L2 og L2 og L3. Og minnsta spenna var hérna milli L1 og L3. En fasaspennan er svona tiltölulega jöfn og þar erum við með samt nokkuð jafnan straum. Það er þó mesti straumurinn hérna í fasa 3. Spennan er hins vegar tiltölulega jöfn. Alltaf það bil 230 volt, hérna 228, 234, 232. Það er mjög svipið það bil 230. Núllpunkturinn sem sagt var þá tengdur og þess vegna er náttúrulega ekkert spennufall út í núllið í perunum. Það eru bara tengdar og reyndar tengdar í gegnum straummæli. En straummælinn hann sýndi okkur 27 milliampere, örlítinn straum, vegna þess að perurnar eru ekki alveg hníf jafn stórar. Og hér er sagt að öllum líkindum er núllstraumurinn lítill sem engin og ástæðan er svo að það er mjög lítill munur á aflstærð perurna og það kemur fram í núllstraumunum sem að eru bara nokkur milliampere, 27 milliampere hérna. Og síðan spurt, breytist spennan eitthvað á milli fasa eða einhver fasaspennan við að tengja núllið. Sem sagt, spennan á milli fasa, hún breytist í rauninni ekki neitt. En fasaspennan, hún varð jafnar í öllum fösum þegar að núllið er tengt. Þegar að núllið tengjast saman, þá verður í rauninni spennujöfnun á álaginu. Og fasaspennan á álaginu verður það bil svo sama og yfir viðkomandi fasaspennu á álaginu. Þannig að þetta skiptir miklu máli að núllið sé alltaf tengt vegna þess að það er yfirleitt á öllum kerfum. Það er ójafnt álag í fösum og við erum að reyna að jafna yfirleitt álagi á milli fasa sem að gengur misjafnlega vel. En þannig getum við fengið
kerfin til þess að vera með ekkert allt of mikinn núllstraum, en hlutverk núllleiðarans er í rauninni, hann er líka kallað miðleiðari, að það er að flytja mismunastraum þegar við erum með mismunandi álag í fösum. Og núna settum við 60 watta ljósaperu í fasa 1 í staðinn fyrir 100 watta peruna. Þá fáum við ójafnt álag og ójafnan straum. Þannig að þetta tekur fasastraumur 1, hann er minnstur, hann er bara 271 mA hérna, en í hinum fösunum erum við með aðeins mismunandi straumasamt, 409 mA og 419 mA. Það er líka spennan lægri heldur en í fasa 1. 276 volt, þetta er orðin hættulega há spenna. Þegar að núllið aftengist, þá fara oft tæki á viðkomandi stöðum þar sem er minnst minnstu straumur. Og þá skemmast fullt á tækjum ef að núllið losnar úr sambandi. Það er stórhættulegt. Þannig að í þessari æfingu að þá mældist 48 volt á milli núllsins í töflunni. Sem sagt, núllið er ekki tengt í núllið á perunum, og þetta er dálítið há spenna, 48 volt, og síðan var núllið tengt á eftir og þar mældum við náttúrulega núllstraumin. Síðan áttum við að slökkva á rásinni og útskýra hvers vegna spennuföllin eru svona mismunandi. 60 watta peran, hún fær yfir sig hæstu spennuna, hún tekur minnsta straumin. 100 watta perurnar mæla með álíka spennu, en þó fær 100 watta peran sem tekur mestan straum lægstu spennuna því að núllið hefur skekkst vegna ójafns álags. Og útskýra hvers vegna fasastraumarnir eru svona. Mismunandi fasastraumar eru vegna þess að það er mismunandi afl í perunum, og minnsta peran í vöttum tekur minnstan straum. Stærsta peran í afli tekur mesta straumin. Síðan tengjum við núllið og þá jafnast spennurnar. Þið sjáuð að þetta verður allt svipað 230 volt tæplega hérna í þessari og rétt rúmlega 230 volt á fasa 2 og 3. En við fáum eðlilegan straum í perunum, 100 watta perunum, og náttúrulega líka í minnstu perunni, hún tekur minnsta straumin. En nú er náttúrulega núllpunkturinn með 0 volta spennu vegna þess að við erum búin að tengja í gegnum straummælinn núllið á perunum við núllið í töflunni. En mismunastraumurinn, hann mælist hérna 192 mA, tæplega 0,2 ampere sem sagt. Og við erum að útskýra hvers vegna spennuföllin eru núna jafnari, og nú er fasaspenna orðin eins jöfn eins og hún getur orðið. Munurinn er í rauninni vegna þess að það er spennumunur á aðalspennunum. Nú er búið að spennujafna núllið á álaginu við núllið í töflunni. Og við erum að útskýra hvers vegna fasastraumarnir eru þeir sem við mælum, og nú eru fasastraumarnir í samræmi við aflið í perunum. Minnsta peran, 60 watt, tekur eðlilega minnsta strauminn við eðlilega spennu, rétta spennu, og stærsta peran tekur eðlilegan straum við rétta spennu. Fasaspennan er nú orðin nánast sú sama í öllum fösum, sem sagt eðlileg, vegna þess að við mælum eðlilegan fasastrauma í samræmi við álag. Þannig að fasaspennan er orðin tiltölulega jöfn. Þið sjáum hérna, hún er 228, næstu því 230, 234 og 232. Þetta er eiginlega eins og við vorum með þegar að perurnar voru jafn stórar. Þetta er eiginlega alveg sama spenna. Og síðan erum við að reyna að sýna þetta með vektormynd, og við gerum straumvektormynd, 3 fasa,
út frá liðum 1,4 og 1,5 og við erum að leggja straumvektorana saman og við notum í rauninni þessa formúlu sem er hérna neðan að I2 sinnum kosinus af 60 gráðum og pluss I3 sinnum kosinus af 60 gráðum og drögum svo strauminn í peru 1 frá. Hún minnst, drögum minnsta strauminn frá og þannig getum við reiknað út núllstrauminn. Og við skulum bera þetta saman hvort við reiknum þennan núllstraum svipaðan eins og við mældum hann. Við reiknum núllstrauminn 188,5 milliampere. Ef við mældum hann hérna í mælingunni, mældum hann 192 milliampere. Þetta mjög svipað, 188 og 192. Þannig að og við getum líka reynt að mæla þetta með reglustiku, þannig að það í rauninni nær því sem við mældum, 190 milliampere. Og síðan spurt hérna, kemur þessi mismunur heim og saman við núllstrauminn sem þú mældir. 192 milliampere voru mældur núllstraumur, á myndinu eru vektorarnir sýndir, en ekki gerð tilraun til þess að mæla mismunin á í fasi 1 og samanlögðum rauðu vektorunum. Niðurstaðan ætti að vera mjög svipuð, útreiknaða stærðin er 188,5 milliampere og mismunurinn gæti verið líka teikniskekkjur. Og annars liggur munurinn í skekkju náttúrulega í mælingum. Og síðan er bara aðeins reynt að útskýra þessa aðferð við þessa vektoramynd og þennan útreikning í lokin. Og þannig að hérna, það er í rauninni restin af þessari skýrslu. Þá skulum við fara í síðustu skýrsluna áður en ég hætti að taka þetta upp og það er einfasamótor. Það sem við vorum að gera þar var að sjá áhrifin á mótorinn sjálfan þegar við vorum annars vegar án ræsiþéttis og hins vegar með ræsiþéttinum. Hvað hann var miklu öflugri í ræsingunni þegar við tengdum þéttin og líka hvaða áhrif þetta hafði á straumana í aðalvafi og hjálpavafi. Við stilltum á lága spennu til þess að mæla aflið í aðalvafinu fyrst og gerðum það sama í hjálpavafinu. Tókum aflmælingu og straummælingu. Og það var til þess að geta reiknað út sem sagt fasvikið og við reiknuðum fyrst viðnámið í aðalvafinu og viðnámið í hjálpavafinu og reiknuðum síðan út sýndarviðnámið í aðalvafinu og sýndarviðnámið í hjálpavafinu út frá spennunni og straumnum. Og þetta var til þess að geta reiknað út fasvikið á vögunum. Þannig að við gátum notað þessa útreikninga, viðnámið í hjálpavafinu og deildum með setu hjálpavafsins til þess að finna út raunaflsstöður og síðan fasvikið í aðalvafinu og gerðum það sama í hjálpavafinu. Þannig að það var örlítill munur á fasvikinu í aðalvafi og hjálpavafi. Og þess vegna var hann líka mjög máttlaus við að reyna að komast í gang. Mjög lítill munur á straumunum. Munurinn var bara 5,2 gráður. Og við prófuðum líka að setja inn í gang við þessar aðstæður. Og hérna er viðnámsvektormynd og annars vegar er viðnámsvektormynd þar sem er bara munurinn hérna á viðnáminu í aðalvafinu og viðnáminu í hjálpavafinu. Og síðan er líka teiknuð mynd af viðnám hjálpavafsins með þétti. Og við sjáum það að ef við skoðum
þetta, að þá erum við með það bil 90 gráðu mun á milli viðnámsins í hjálpavafinu þegar hann með þétti og viðnámsins í aðalvafinu, og þetta í rauninni það sem við þurfum að gera til þess að hann fái betra ræsivægi. Og við skoðum þetta betur líka kannski með straumvaktarmynd seinna, en spurt var hérna fyrst, þegar við erum bara með vöfin sjálf, hvor er seinni, aðalvafstraumur eða hjálpavafstraumur? Sem sagt, hjálpavafsviðnámið, það er á undan aðalvafsviðnáminu, þar sem að straumvektormyndin er í raun spegilmynd af viðnámsvektormyndinni, og það sést að hjálpavafstraumur er á eftir aðalvafstraumnum. Við skulum sjá hvort að við sjáum það það er engin straumvektormynd, það er bara viðnámsvektormynd. Við sjáum þetta frekar í bókinni, þar sem að við erum með straumvektormynd þar, en það er meira fasvik hérna á öðru vafinu. Og síðan eigum við að gangsetja mótorinn án þéttis, og hann fer mjög hægt af stað vegna þess að það er mjög lítill munur á fasvikinu í aðalvafi og hjálpavafi. Og þarna snerist mótorinn rangsælis. Það var náttúrulega mismunandi eftir hvernig tengingin var. Síðan var þétti bætt í raðtengingu í hjálpavafið, og með þéttinum þá er ræsiátakið miklu meira, en það er vegna þess að nú er það bil 90 gráður á milli straumana í aðalvafi og hjálpavafi, og mótorinn snýst núna í hin áttina, og það er vegna þess að nú er straumurinn ekki lengur á eftir. Við sjáum það líka hérna að hér er viðnámið, heildarviðnámið hérna seta í hjálpavafi, það er hinum megin við raunviðnámið. Þess vegna sjáum við það að í straumvaktarmynd þá værum við með strauminn á undan í þéttis hjálpavafsrásinu vegna þess að þéttirinn er þar í raðtengingu. Og þess vegna snerist mótorinn í hin áttina, réttsælis sem sagt. Sem sagt, að án þéttisins var hjálpavafsstraumurinn á eftir aðalvafsstraumnum, en með þéttinum þá er hann orðinn á undan, og þess vegna breytist snúningsháttin. Og síðan var afmælir tengdur með þéttinum í sambandi við hjálpavafið, og aflið í hjálpavafinum með 6 watt, straumurinn fundinn, og þannig gátum við reiknað út setuna í hjálpavafinu og fundið þá fasvikið, sem sagt kósinus phi raunafstöðullinn og þar með fasvikið. Nú er sem sagt fasvikshorn hjálpavafsins 52,4 gráður, og munurinn á milli fasviksins í aðalvafsrásinni og hjálpavafsrásinni er þá hérna 99,6 gráður samkvæmt þessu útreikningum. Þannig að þetta er tæplega 100 gráður, og þetta gefur einfasa mótornum mjög gott ræsivægi. Svo, við erum búin að fara í gegnum þessa útreikninga, og þá er rauninni bara eftir að fara eitthvað í efni sem að er þá fyrir næsta próf sem að tengist þessu efni sem við erum búin að fara yfir í skýrslunum. Ég ætla að stoppa upptökuna núna.